Já, bara þín fyrstu viðbrögð eftir leik. Já, bara mjög gott stig. Þetta var auðvitað erfiður leikur og við þurfum að hafa mikið fyrir þessu. En við erum bara sátt með stigið út í velli. Ertu sáttur með frammistöðuna hjá liðinu? Já, við áttum bara fína kafla og fína sóknir og góð barátta. Þetta er margt sem við getum lagað og höfum nóg að leika til þess. Þetta er ungt lið. Þannig að það er auðvitað mikilvægt að fá svona ennþá betri stöðuleik í liðið. Það tekur tíma en mér finnst bara stelpurnar eiga góðan leik. Olga fyrir út í fyrri hálfleik. Hver er staðan á henni? Var þetta höfuðhögg? Þetta er höfuðhögg og við veitum ekki alveg stöðuna sko. En hún allavega fór bara heim og vonandi jafnar hún sér fljótt. Núna eru næstu 2 leikir í Víkinga. Já. Eða svolítið skrítið. Hvernig eru þið svona stemd fyrir því? Við erum bara að vera stemd fyrir því. Það er bikarinn helgina og svo í næstu viku þá er leikur í deildinni. Það verður bara skemmtilegt. Við erum að reyna að búa til smá bikarævintýri. Herdís á rosalega leik, það var svakalega kafla. Hversu þakklátt eru þið fyrir að vera með hérna svona í markinu akkurat núna? Jú, það bara skiptir ótrúlega miklu máli að vera með góða markvörð. Við erum alltaf með ungan, efnilega markvörð sem hjálpa okkur mikið í dag, ekki spurning. Ykkur er spáð 7. sæti af þjálfurum og fyrirliðum. Hvernig svona birtist þessi spáð þér og ykkur? Já, þetta sé bara svona í samræmi við hvernig við gengið, þú veist, í Lengjubökkarnum. Það er bara, við erum með ungt lið og við getum hitta á góða daga að spila vel, en við getum líka verið að glíma við kannski svona erfiða leiki og ekki ná okkur á strik og vonandi náum bara að sýna það að við erum allavega til í að svona berjast í kringum miðja deild. Takk fyrir. Takk.